Feiti eftirlitsmaðurinn sat inn á skrifstofunni sinni og hlustaði á hávaðann fyrir utan. Farþegarnir voru reiðir. Stöðvarstjórinn kom inn. Það eitthvað að í skýlinu, herra. Hinrik úrillur. Það engin lest og farþegarnir segja að þetta sé ömurleg lestastöð. Það, sagði Feiti eftirlitsmaðurinn. Það gengur ekki. Hann fann Gyrði, Jakob og Hinrik öskureiða. Komdu nú, Hinrik, þú átt að fara að leggja af stað. Hinrik fer ekki neitt, sagði Gyrðir. Við færum ekki til vagna eins og óbreyttir togvagnar. Tommi á að sjá það. Við erum mikilvægar eimreiðar. Færið okkur vagna og við drögum þá. Eimreiðar eru ekki í snatti. Það, sagði Feiti eftirlitsmaðurinn. Eimreiðarnar á mínum lestastöðum gera eins og þeim sagt. Og hann flýtti sér að finna Edvard. Allt breyttist við að Tommi fór að sjá sína eigin sérleið, hugsaðan dapur. Edvard var að snatta. Láttu kólavagnana vera, Edvard, sagði Feiti eftirlitsmaðurinn. Þú þarft að ýta vögnum fyrir mig á svæðinu. Takk, herra, það verður tilbreyting í því. Þú ert góð eimreið. Af stað með þau þá. Svo Edvard fann vagna handa eimreiðunum 3 og þann dag gekk allt að óskum. En daginn eftir var Edvard vansæll. Gyrðir kom þjótandi hjá og hvæsti dónalega. Já, hérna, sagði Feiti eftirlitsmaðurinn, en sá hávaði. Þeir hvæs á mig, svaraði Edvard. Þeir segja að eimreiðar eigi ekki að vera í snatti og í gær sögðu þeir að ég væri með svört hjól. Það nokkuð? Nei, Edvard, þau eru blá og ég hreykinn af þér. Eimreiðar eiga að snatta líka, en samt vantar okkur annan tógvagn hingað. Hann fór á verkstæði og þar skoðaði hann alls konar tógvagna. Loks sá hann lítinn og fallegan grænan tógvagn með 4 hjólum. Þarna hann, hugsaði hann. Verðurðu duglegur ef ég vel þig? Ó, já, herra. Það líst mér á. Ég ætla að kalla þig Pésa. Já, herra, takk, herra, sagði Pési og Feiti eftirlitsmaðurinn fór með hann á lestastöðina. Edvard, kallaði hann. Þetta Pési, sýndu honum allt saman. Pési lærði fljótt hvað hann átti að gera og allt gekk að óskum. Þá kom Hinrik hvæsandi eins og venjulega. Pí, sagði Pési. Hinrik hrökk við og fór aftur í skýlið. Mikið hvæstirðu fallega á hann, hló Edvard. Ekki get ég hvæst svona. Ó, sagði Pési, þú ættir að heyra í þeim á verkstæðinu. Þar verður maður að hvæsa hátt til að láta í sér heyrast. Daginn eftir kom Tommi. Feiti eftirlitsmaðurinn sendi eftir mér. Ætli hann þurfi ekki hjálp, sagði hann við Edvard. Uss, þarna kemur hann, sagði Edvard. Vel af sér vikið, Tommi, þú var snöggur. Heyrðu, Hinrik, Gyrðir og Jakob eru í fílu. Þeir neita að snatta eins og venjulegir togvagnar. Ég verð að þagga niður í þeim, svo ég vil að þið 2 sjáið lestarflutningana. Venjulegir togvagnar, fussaði Tommi. Við skulum sýna þeim. Og Pési aðstóðar ykkur. Ó, já, herra, takk, herra, svaraði Pési. Edvard og Tommi sá aðalestina og heilsuðust með virtum þegar þeir mættust. Pési sá hliðarsporin. Tommi hafði áhyggjur af Önnu og Klöru en lestarstjórinn og vörðurinn lofuðu að hugsa vel þær. Lestarnar voru færri en farþegunum var sama. Þeir vissu að það var verið að refsa hinum eimreiðunum 3. Gyrði, Jakobi og Hinriki var kalt, þeir voru einmana og þeim leiddist. Þeir sáu eftir því að hafa verið svona miklir kjánar.